Afsakið, forseti, verið var að upplýsa forseta að þurfa að bera upp þetta til samþykktar. Afsakið, enn forseti leiðréttur og það þarf ekki að bera þetta upp til samþykktar enda var þetta samþykkt í borgarráði. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks munu bera upp sína bókun á eftir. Við vendum okkur í 4. dagskrárlið sem breyting á deiliskipulagi Rauðarárholts vegna lóða nr. 7 við Brautarholt og fyrstur tekur til máls borgarfulltrúi Júlíus Víðir Þingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það skipulag sem hér á dagskrá hefur kallað á talsverð viðbrögð frá nærsamfélaginu, þeirra sem búa á þessum slóðum, Ásholti 2-42 og öðrum nærliggjandi fyrirtækjum sem hafa verið að benda á það að þetta skipulag muni hafa veruleg áhrif á sérstaklega bílastæðamál þessara fyrirtækja og þeirra íbúa sem þarna eru. Ýmislegt annað þó undir í þeim athugasemdum sem borist hafa. Til dæmis hefur verið bent á það að núverandi eða deiliskipulagið eins og það lítur út í dag muni valda meira óþægindum heldur en það skipulag sem í gildi á lóðinni. Við hefum bent á það að þær breytingar sem þarna eru gerðar eru verulegar frá fyrra deiliskipulagi og því ekki óeðlilegt að íbúar geri talsverðar athugasemdir. Þeir sem eru að kaupa íbúðir sérstaklega í eldri hlutum borgarinnar fara auðvitað vel yfir það hvaða breytingar eru væntanlegar, hvers má vænta og þá það auðvitað bara samþykkt deiliskipulagsáætlun sem þarna mest að segja. Og þeir íbúar sem þarna keyptu sér íbúðir í Ásholti, 360 íbúar eða svo, auðvitað segja það að þeir hafi kynnt sér það með hvaða hætti þarna uppbygging og benda á að þarna sé hún með öðrum hætti heldur þeir gerir sér vonir Á móti kemur auðvitað að þarna verið að reisa stúdentaíbúðir og það vilji til þess að þær rísi sem hraðast og auðvitað mikilvægt að það geti gerst. Þannig að leyst sé úr bráðum húsnæðisvanda stúdenta hér í Reykjavík. Þetta svo sem ekki kjörinn staður til þess að byggja stúdentaíbúðir einfaldlega vegna þess að það talsverð fjarlægð til þeirra stóru háskóla sem eru við Vatnsmýrina, gamli Háskóli Íslands og svo Háskólinn í Reykjavík og þess vegna frekar líklegt að þeir stúdentar sem þarna eru muni að einhverju leyti nýta sér einkabílinn og til að komast til og frá. Sem betur fer þá eru þarna almenningssamgöngur mjög góðar því að Hlemmur alveg á næsta leyti en nokkuð langt til dæmis að ganga í beljandanum eða hjóla alla leið úr Brautarholti og suður í Háskóla Íslands. Allt þetta þó leysanlegt og ýmislegt ágætt má segja það að stúdentaíbúðir séu ekki bara á einu stað í bænum, að þær séu svona dreifðar þannig að fjölbreytnin sé tryggð og það sé ekki bara eitt lítið samfélag sem stúdentasamfélag sem einangrað frá öðrum hverfum borgarinnar, þannig á þessu eru ýmsar hliðar. Þetta var auðvitað rætt í umhverfis- og skipulagsráði frá öllum hliðum og ýmislegt gott þetta segir ýmislegt annað sem á gagnrýna. Sérstaklega hefur komið óvart hversu margir gerðu athugasemdir. Það hefur komið óvart hversu þær eru margar hverjar mjög vel undirbúnar, hversu mjög vel þær eru rökstuddar, bæði hvað varðar skuggavarp, fjölda íbúða og svo hversu fá bílastæði það eru sem fylgja þeim íbúðum sem þarna verið að reisa. Þarna verið að reisa stúdentaíbúðir að vísu að minni gerðinni en það engu síður svo að gert ráð fyrir bílastæðum, 18 bílastæðum og 2 bílastæðum fyrir fatlaða, sem 20 bílastæðum og það þýðir það að það eru 1 bílastæði hverja 5 íbúðir. Auðvitað eðlilegt að íbúðum bregður við það. Auðvitað eðlilegt að þeir gera athugasemdir við það og vilji sjá breytingar á þessu. Það ástæðan fyrir því að við vildum ekki að þetta skipulag næði fram að ganga, vorum ekki sammála þessu skipulagi, að við töldum það ætti að fara betur að óskum íbúa til þess að þeir yrðu ekki fyrir ónæði eða óþægindum umfram það sem þeir gátu átt von á vegna uppbyggingar almennt. Ofan á það bæti síðan að þarna eru lóðir í næsta nágrenni sem koma til uppbyggingar á næstunni
og sem að munu þá væntanlega þétta ennþá þrengja að mati íbúana ennþá frekar að þeirra frelsi, ef við getum sagt það, eða þeirra rými, sérstaklega þegar kemur að bílastæðamálum. Þetta eru hluti sem við verðum að taka tillit til og við verðum líka að taka tillit almennt til athugasemda. Ég ætla ekki að fara núna út í þau viðbrögð sem voru hérðan úr Ráðhúsinu vegna athugasemda sem bárust við að skipulagi. Það býður betri tíma, en það verður auðvitað að umgangast athugasemdir af virðingu. Það verður að hlusta á það sem íbúar eru að segja. Þeir eiga ákveðin rétt, þetta er ekki bara formsatriði, þeir eiga ákveðin rétt að lögum. Þeir eiga ákveðin rétt að skipulagslögum að koma fram með sínur athugasemdir því það er fjallað um samráð. Og samráð er ekki bara eitthvað sem að menn verða að gera því að lögin fjalla um það, heldur samráð þannig að þú verður að hlusta og þú verður að taka tillit til. Það er ekki bara það að þú gefur fólki kost á því að sýna óánægju sína og þurfir ekki að gera því. Á síðasta kjörtímabili þá voru að minnsta kosti einu tilfelli dregið tilbaka skipulag sem var á sömu slóðum og þetta skipulag, það er að segja að það var við það að ganga frá því til samþykktar þegar ákveðið var að hlusta betur á það sem að það er athugasemdir sem bárust og gefa sér betri tíma til að fara yfir það. Ég hef svo sem velti fyrir mig hvort að það væri eitthvað sem við ættum að taka fyrir hér, hvort við ættum ekki að snúa við blaðinu, fara betur yfir þetta, senda þetta aftur inn í umhverfis- og skipulagssvið og síðan umhverfis- og skipulagsráð og leyfa okkar góða fólki þar að fara betur yfir stöðuna og síðan ráðinu að meta það og síðan auðvitað þá þaðan hingað upp í borgarráð og borgarstjórn eins og gengur. Auðvitað með það tefja málið eitthvað og það er auðvitað sá gallið sem er á slíkri vegferð. Bæði er það að ég get nú ekki sagt fyrir það hvort það myndi skila einhverju, en það er fyrst og fremst það að það mun tefja. Og ég hef auðvitað áhyggjur af því að slík töf getur komið verulega niður á hagsmunum stúdenta og þeirri uppbyggingu sem þeir eru að bíða eftir að þar geti farið fram. Einhver hefur sagt mér að það séu jafnvel 1000 stúdentar sem að bíði eftir íbúðum, það skal ég ekki segja. Aðrir stúdentar segja að stúdentíbúðir séu bara hreinlega heldur of dýrar þó að þær séu ódýrari heldur en ýmislegt annað á markaðnum. Það er svo önnur saga og svo náttúrulega kemur hitt að svona stúdentaíbúðir á svæði eins og þessu sem er ekki beint inn á háskólasvæði er eitthvað sem við verðum að reikna með að geti síðan breyst yfir í eitthvað annað. Það er að segja að þetta verði ekki stúdentaíbúðir að eilífu, heldur séu þetta íbúðir sem að síðar meir geti orðið íbúðir fyrir hverja sem er. Það er kannski sameinaðar eða jafnvel bara einstaklingsíbúðir fyrir á leigumarkaðinn. Svona geta hlutirnir farið, við veitum ekkert um það. Þó að við gerum ekki ráð fyrir því í dag, þá getur það farið með þessum hætti. Nú, ég hef velti fyrir mér að leggja til hér að við sendum þetta aftur til yfirferðar. Ég voru sem að reyna að fara mýkri leiðina í það, reyna að sjá hvort við getum ekki sameinast um það að fara betur yfir þetta, hvort við getum ekki leitað aftur inn til þeirra sem að þarna eru mjög óánægðir, sem þeir eflaust orðið vör við. Ég hef allavega fengið marga pósta um það, marga pósta sem frá íbúum sem hafa sagst vera ánægðir með það að við skulum hafa hlustað á það sem þeir sögðu og brugðist við því fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarráði. En ég held nú samt sem áður að eins og vanalega maður leitar sátta í öllum málum og leitar eftir því að geta haldið þeim áfram þannig ekki verið töf á því. Þannig að ég ætla nú að leggja fram hérna tillögu, óska eftir afbrigðum til að fá að leggja hana hérna fram, ágæti forseti, og ég ætla að lesa hana. Hún er svona: borgarstjórn samþykkir að fara í sérstaka skoðun og mótun aðgerða, svo sem notkun gjaldskyldu, íbúakort eða annarra aðgerða til að stýra bílamálum og koma til móts við áhyggjur íbúa og annar hagsmunaaðila í hverfinu. Þetta er tillaga sem ég ætla þá að leggja fram hér undir þessum lið í þeirri von að hún verði þá samþykkt og í þeirri von þá að þetta geti skapast meiri sátt. Þetta ætti þó ekki að tefja málið en gæti orðið til þess að íbúarnir sæju það að við værum raunverulega að hlusta. Það eru margar leiðir til í þessu máli. Við getum sett fram ýmsa kosti fyrir íbúana sem að þeim getur líkað vel og getur bjargað þeirra stöðu, þeirra þröngu stöðu sem að þeir hafa verið að lýsa. Þannig ég ætla að fá að leggja þetta fram, ágæti forseti, og vænti þess að borgarstjórn, borgarfulltrúar samþykki hana. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu. Þá ber forseti upp að taka það inn með afbrigðum að taka á dagskrá tillögu fulltrúa Sjálfstæðismanna
Já. Taka til máls þessa tillögu. Ég ætla bara að bera það upp að taka tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins á dagskrá. Þeir borgarfulltrúar sem samt. Má ég ræða það áður en Gjör svo vel. Þá tekur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nú erum við búin að ræða þetta mál ansi oft í skipulagsráði. Það er búið að ræða það einu sinni í borgarráði og við erum að taka þetta hérna inn í borgarstjórn vegna þess að borgarfulltrúin sem að leggur fram núna tillögu með afbrigðum var á móti málinu bæði í skipulagsráði að mig minnir og allavega í borgarráði. Mér finnst mjög einkennilegt að það sé núna fyrst að koma fram málamiðlunartillögu og hún skuli ekki hafa verið lögð fram á þessum tveimur, í þessum tveimur ráðum og að hún skuli ekki hafa þá allavega farið út með útsendum gögnum á föstudaginn. Mér finnst þetta ekki til marks vönduð vinnubrögð og vil bara fá þá smá tíma til þess að fá allavega að kynna mér þessa tillögu áður en ég met það hvort að hún eigi að koma hérna dagskrá eða ekki. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og forseti vill gera stutt fundarhlé til að fulltrúar gæti farið yfir þessa tillögu.